Nýtt tungl, Já, já, í tvíbura. í tvíbura þessu sinni og tvíburinn alltaf mjög áhugaverður þegar tunglin detta þar inn. Jú, Það voru alltaf loftmerki. tvær hliðar á öllu Já, alveg sama hvað við erum að hugsa um, þá þurfum við alltaf að hugsa um báðar hliðar. og við þurfum kannski að hugsa svolítið mikið. Já, Og svona tvíburinn snýst hugan, hugsanir, samskipti. Merkur stýrir tvíburunum. Já. Og það er nú oft áhugavert sem gerist þegar Merkur bakkar. Til dæmis við þekkjum þá plánetu líklega hvað best. Já. Held ég flestir við svona. þekkjum svona áhrif hennar hvað Já. mest því að við förum alltaf að kenna Merkur allt þegar það er að bakka. Jú, en þegar við hugsum þá kom oft ykkar lausnir. Já. Þannig að og samskiptin snúast svolítið mikið sannleikan okkar núna. Já. Að segja okkar sannleika, að fylgja eftir því sem við trúum á. Já. Og svona íta frá þessu gamla úrelta. Já, hætta að finna okkur föst í gömlum munstrum og það er eiginlega hvar sem maður horfir, þá mútur ég að stinga okkur í samband. Alma, þú talar á meðan, ég Já. stinga okkur í samband. Ok. Að þegar við getum dottið svolítið í það að festast í fortíðinni. Við Já. getum dottið í það að hugsa mikið aftur á bak, vera með hugann í fortíðinni. Af hverju erum við ekki komin lengra en við erum? Af hverju gerðist þetta? Við getum dottið svolítið í það að halda að við værum komin lengra, hugsa um hluti sem gengur ekki upp. Já, þess að hvað ef spurningar? Já. Hvað ef ég hefði nú gert þetta en ekki þetta? Og Þá er nú gott að muna það er ástæða fyrir öllu. Já. Og líka skoða veginn okkar, af því við höfum svo mikið talað og tölum í hverju myndbandi að sleppa fyrir fulla tunglið og skilnar okkar á nýja tunglinu og allt það. En það er rosalega mikilvægt líka að skoða ef við erum ekki á þeim stað sem við viljum vera, af hverju? Erum við að fylgja einhverjum öðrum, hver er okkar sannleikur? Hvaða áhrif er það að hafa á okkur að fylgja kannski öðrum eftir, og við þurfum að spyrja okkur spurninga. Hvað kom í veg fyrir að ég væri á þeim stað sem ég vildi vera? Hvar er ég að hlusta á aðra eða fylgja öðrum, og hvar eru munstur sem ég er að endurtaka? Það er alltaf mikilvægt þetta að vera ekki að endurtaka fortíðina bara því það er eitthvað sem við munum að gera. Já. Og svo er bara orkan ekki bara tunglorka núna, er bara orka himiltunglana síðustu vikur, og núna er hún bara ennþá massívar að sigla inn í það að það eru tímar mikilla breytinga framöndan og þessar breytingar koma alveg sama hvort við erum tilbúin í þær eða ekki. Og hversu tilbúin við verðum bara fer allt eftir hverjum og einum einstaklingi. Hversu tilbúin eru við að breyta okkar eigin lífi og hversu tilbúin eru við til þess að nú eru við Plútó að bakka, og þegar Plútó er að bakka þá sýnir hún okkur svona, hún er alltaf að afhjúpa skuggarhliðar, hvort sem það eru skuggarhliðar samfélagsins, skuggarhliðarnar inn í okkur sjálfum, og staðinn þar sem við þurfum virkilega að fara að skoða okkar gang. Og þetta verður alltaf ljósara eftir því sem að líður fram í tíman. Og himintunglin munu bara halda áfram að stilla sér þannig upp að þessi tilfinning verður massívari. Þannig að við getum ekkert falið okkur lengur. Ég myndi segja himintunglin að gefa okkur tækifæri til þess að vinna með orkunni og til þess að horfa fram á við, af því við vitum það að við getum ekki haldið áfram að búa í samfélaginu eins og er í dag. Það er einfaldlega ekki sanngjarnt fyrir alla, og það eru svo margir, það eru allir þættir sem við þurfum að skoða og horfa á og hugsa í hvernig samfélagi viljum við búa og hvað ætla ég að gera í mínum málum til þess að vinna með samfélaginu, af því að það verði betra, það verði sanngjarnara, það verði hugsað alla, að við getum samþykkt aðra eins og þeir eru og allt það. Já. Þannig að við verðum að hugsa og horfa fram á við og hvert við erum að fara og hvert er okkar hlutverk. Og það er rosaleg pressa þarna og svo náttúrulega líka bara í orkunni, jörðin er að stíga upp í orku, við þurfum að fylgja með. Þannig að við þurfum að brjótast út úr gömlu mynstrunum og svona horfa á hvað við viljum skapa og við þurfum að hafa trú á okkar getu til að skapa, og akkurat í þessari orku með þar sem að orðin okkar og hugsanirnar skipta svo miklu máli, þá þurfum við líka að hafa trú á því. Og við þurfum að ekki leyfa huganum að stjórna okkur eða fara í neikvæðni eða annað, af því að hugsanirnar hafa áhrif, orðin okkar hafa áhrif, og það að setja fram það sem við viljum og hugsum fallega framtíðarsamfélagið frekar heldur en að horfa á allt það neikvæða sem er í gangi.
svo langar mig vegna þess að nú eru kosningar á morgun. Já. Og mér finnst það er búið að vera óvenju svona hvöss barátta í kringum forsetakosningarnar núna og enn og aftur eru svona myndbirtast það ljóta í samfélaginu og ótti fólks og fólk er miklu meira í því að tala á móti heldur en að tala með. Og ég hef heyrt mjög marga tala að þeir ætla að kjósa til að koma í veg fyrir að einhver annar og allmargir ætla að kjósa bara til að passa einhver einn frambjóðandi fái ekki fylgi. Og þarna endurspeglast eiginlega vandi heimsins, bara finnst mér, því við erum alltaf að fókusa á það sem við viljum ekki. Við erum ekkert að fókusa á hvað við viljum og þess vegna vitum við ekkert hvað við viljum. Við vitum bara hvað við viljum ekki. Og ef við myndum setja aðeins meiri orku í það að skoða með hjartanu hvað er það sem við virkilega viljum og kjósa það, í staðinn fyrir að hvað er það sem ég virkilega vil ekki og kjósa einhvern sem hugsanlega getur fellt það. Þó þú viljir kannski ekkert endilega þá manneskju heldur. Þetta er mjög undarleg hugsun. Ég íhugaði þeir eru búin að heyra aftur og aftur, ég kjósa ekki strategist. Já, einmitt, hvað er það? Ég hugsaði og ég íhugaði hans, vá, gæti ég farið og kosið ekki með hjartanu? Já. Nei, ég get það ekki. Svo er líka bara gott að velta fyrir sér sko að nú hafa náttúrulega konurnar verið að mælast ofarlega í skoðanakönnunum sem að út frá jafnrétti sjónarmiðum ef við horfum bara á kyn og annað, flott. En það gagnast okkur rosalega lítið varðandi það að koma á meiri kærleika og meiri jafnvægi á karl- og kvennorku í heiminum því að við erum öll með karl- og kvennorku, bæði heilaga karl- og heilaga kvennorku í okkur. Að það að konur komist til valda sem að vinna samt ennþá í gamallri karlorku í ójafnvægi, það gagnast okkur mjög lítið. Þá skiptir kynið engu máli. Við getum alveg eins fengið karlmann sem er í miklu betra jafnvægi með sína karl- og kvennorku og alveg í sama hverju það en við þurfum fólk sem að hugsa náttúrulega framtíðina. Við þurfum að hugsa fram á við þurfum að hugsa einmitt þetta jafnvægi. Ég er viljandi ég er ekki búin að horfa á neina kappræður og nú er kortið í kosningar. Ekki heldur. Ég ætla að kjósa með hjartanum og ég veit ekki alveg ennþá hvernig ég kýs, en ég veit að því ég kem í kjörklefann að þá mun hjarta segja mér hvernig ég á að kjósa. Og eina skoðunin sem skiptir máli er okkar eigin skoðun. Skoðun annarra skiptir engu máli og okkar hjarta er það sem við eigum að fylgja. Og akkúrat þarna kemur tækifærið okkar til að brjótast út úr þessum gömlu munstrum. Ekki kjósa því við erum óttaslegin að eitthvað hugsanlega geti gerst. Allt þetta fólk er bara mjög fínt fólk. Þú veist, ég held að þeir sem eru mælast efstir, 5-6 efstir, þetta er allt fólk sem eru bara mjög til sóma, held ég, á Bessastöðum, sko. En við þurfum bara að kjósa með hjartan og líka kannski íhuga eins hvað gerir fórsetin. Já, og það er bara áhugavert að skoða þessi mynstur í samfélaginu og við erum náttúrulega samfélagið og muna við erum hluti af því og við tökum alltaf þátt með því sem að við kjósum og það er engin annar fífl þó að kjósa eitthvað annað, sko. Það er bara svo einfalt. En núna er bara, eins og orkan er núna í tunglorkan og orka himintunglinna, þá er núna rétti tíminn til að gera breytingar og rétti tíminn til að hafa trú á okkar eigin krafti og okkar eigin hæfileikum og okkar eigin áttavita sem er hér inni. Akkúrat. Og við teljum okkur oft vera með svo sterkar skoðanir en svo þegar við þurfum að skoða hvaðan skoðanir koma þá eru oft skoðanir annarra en ekki okkar eigin. Og þetta er rosalega mikilvægt að skoða þessu tungli af því að við erum með ákveðnar afstöður sem að ýta við okkur og aftur komum við að samböndum, alveg sama hvað sambönd þau eru og þá getum við líka hort á sambönd okkar við samfélagið og hvernig við tengjumst í samfélagið. En að ef við erum ekki ánægð í okkar samböndum hver sem þau eru, að þá að koma hlutur upp á yfirborðið til að vinna úr. Og ég fyrir mig segi ég vil ekki búa í þessu samfélagi með öllum þessum ljótu orðum sem fjúka. Við þurfum að gæta okkar í því sem við setjum frá okkur. Og það kemur upp á yfirborðið, við þurfum að vera heiðarlega og opin í okkar samböndum, það getur komið upp þessi tilfinning með nýja tunglinu að við finnum rosalega mikið fyrir öllum þeim byrðum sem við erum að bera í lífinu og að það sé enginn til þess að hlusta
og þá líka gott að skoða okkur af hverju finnst okkur enginn vera að hlusta. Erum við búin að taka skrefið ef við eru til dæmis byrðar sem við erum að bera á vinnustaðið á heimilinu sem að einhver annar ætti að taka á móti okkur, erum við búin að segja það skýrt eða erum við búin að sitja út í horn og tuða? Erum við búin að tjá okkur út frá okkar hjarta og út frá okkar sannleika og út frá okkar þörfum? Erum við að tala við rétta áhorfendahópinn? Já, og eða erum við kannski bara í meðvirkni að bara, ég þarf alltaf að gera þetta sko, en þú veist, hann Jón átt að gera þetta, en aumingja Jón, hann á svo bágt. Og en þarf þá ekki bara hjálp á Jóni? Þurfum við þá ekki bara að tala við réttan aðila til þess að hlutirnir geti farið í jafnvægi? Það eru þessir hlutir sem eru að koma upp á yfirborðið með þessu og þarna gildir að tjá okkur. Og það verið að hjálpa okkur með að tjá okkur, en það geta komið upp svona þessar tilfinningar að því við erum með fleiri afstöður þarna inn í tvíburunum sem að eru að ýta hressilega við okkur. Heiðarleikinn skiptir rosalega miklu máli. Horfa á staðreyndirnar eins og þær eru og þarna koma fjármál líka, ekki bara sambönd fjármál líka. Og þarna í rauninni verið að Venus að koma þarna inn og allt þegar Venus kemur inn og þá fylgja Venus tækifæri til að auka hamingju og allsnægtir í lífinu. Og svo fer náttúrulega bara eftir í hvaða húsi þú ert að vinna í á þessu tungli, hvaða svið lífsins ræðir. En það eru tvær hliðar á þessum peningi svona, því að Venus varpar ljósi á þá hamingju og það allsnægtir sem þú ert að upplifa í lífinu og að streyma til þín. En leið líka þau svæði eða þær hliðar lífsins þess að þú ert ekki að upplifa allsnægtir og hamingju. Og það mun verða mjög skýrt á þessu tungli og því enn og aftur alltaf verið að veita okkur tækifæri til að horfa á hvað að og hvað þarf að laga. Og alltaf aftur og aftur og aftur og aftur. En Alma var að tala um sambönd og þetta mjög góður tími núna á þessu nýja tungli að leyfa tilfinningunum að flæða við fólki sem verður tilfinningarlega tengd og treystum. Að samanskapi getum við líka upplifað á þessu tungli að við séum mjög viðkvæm fyrir orku annarra og þá verður mjög mikilvægt að íhuga þess sem við kallum andlegt hreinlæti. Það að passa upp á að hreinsa orkuna sína, að vernda sig, að jarðtengja sig á hverjum einasta degi og eins og við segjum alltaf hverju tungli drekka nóg af vatni, fara út í náttúruna, í sumarblíðuna. Jú, ekki kíkja við spasa. Klæða ykkur brýðagallar. En við bara ekki taka þátt í dramanu. Ekki passa okkur á þeim sem eru svona tilbúnir að taka oft orkuna frá okkur. Þannig að andlega hreinlæti mjög mikilvægt. Og líka ef okkur finnst hausinn vera út allt, af því það fylgir oft miklum loft þegar eru margar plánetur í loftmerkjunum. Við getum verið mikið í hausnum að gera hluti sem að hjálpa okkur passa upp á vatnið, hugleiða, einbeita okkur að andardrættinum, fara út í náttúruna og gera eitthvað sem að leyfir okkur að detta inn í flæði. Annað heldur það að hugsa, kannski bara syngja frekar eða finna leið til þess að fara út úr huganum og ekki leyfa honum að taka yfir. Og leyfa okkur að reyna að finna lausnir. Ekki að einblína alltaf á það sem að, því það bara að, en við getum ekki breytt neinu með því að einblína alltaf á það, heldur verðum við að finna leiðina út úr því. Og eins með kosningarnar, ekki kjósa móti, heldur kjósa með. Já. Setja orkuna, þetta eins og við erum búin að segja í hver einasta vídeó núna undanfarið, að setja orkuna þangað í það sem við viljum að vaxi og gæta orðunum, gæta hugsununum og þess vegna gott að hafa leiðir til þess að taka hausinn út úr neikvæðu lúppunni sem hann vill oft fara í og hvaða leið sem hentar og hvort sem það að fara út eða anda eða syngja eða hugleiða eða út á tásunum og allt það. Nú erum við búin að tala svo mikið kosningar að nú verðum við að birta tónvídeó ekstra snemma, svo fólk heyri boðskapinn. Já, nú skemmtir planið, Hrafí. Nei, djók, þetta allt eins og að vera. Við ætlum að hitta ykkur svo næst á
fullu tungli, en við minnum á miðvikudagsspjallið sem að Við hittum okkur oft þessu milli. já, suman. Við ætlum nú að vera í Skotlandi, Já, já, á nýja tunglinu. En hérna, við minnum á miðvikudagsspjallið alltaf á síðanum okkar klukkan 12 á hverjum einasta miðvikudegi. Við ætlum ekki að bjóða ykkur að velja neitt efni til að ræða meðan við erum í Skotlandi, en eftir það þá fáið þið að kjósa. við birtum bara upptökur Já. á næstu 2 miðvikudagana. Já, en þar verða á sínum stað. Já. Og svo minnum við á að þegar þið eru að fara út í náttúruna þá getur verið gaman að hafa hugleiðslu með sér. Þannig hvetjum ykkur til þess að hugleiða líka út í náttúrunni og sérstaklega á þeim tíma sem hausinn er á fullu að það getur verið betra að njóta náttúruna þannig og við minnum á að við erum með flotta hugleiðslupakka inn á vefsíðun okkar og alls konar annað spennandi, til dæmis komna dagsetningar fyrir nýtt englareiki námskeið í haust, þín persónulega umbreyting, það eru byrjar að berast umsóknir og ýmislegt fleira sem er bara mjög spennandi tíma fram. En njótið nýja tunglsins og munið að setja fram óskirnar, allt hefur þetta áhrif og sýnum alheiminum hvert við viljum fara. Gleðilegt nýtt ár.